CHR 2020, frábæran bíl og ég verð að segja alveg svo að með dauðlangar í hann ef ég á að vera hreinskilinn. Þessi bíl sem við erum að prófa núna, hann með hvorki minna né meira. Þá erum við með 184 hestafla hybrid bensínvél sem að gera þennan bíl alveg geðveikt skemmtilega. Nú hann kemur líka með 122 hestafla 1,8 lítra hybridvél bensín og hann ekki síðri en það sem þú hefur hér umfram með 184 hestaflum náttúrulega alveg gríðarlegt afl sem mjög skemmtilegt. Ég verð að segja alveg svo að maður verður alveg dýri vitlaus á bensíngjöfuna á þessu bíl og það skemmtilegt. Bíll hefur aðeins breyst frá fyrri árgjörðum, til dæmis hérna framan. Þá grillið á honum hérna, eða þetta sem undir hérna, það aðeins búið að stækka og hann svona aðeins sportlegri, hann aðeins meira niður á hérna veginn. Nú ef við förum hérna á hliðina á honum, sjáu þetta hérna. Það oft pælt í því, hvað þetta hérna? Akkur þetta hérna plast svona? Og það hugsað fyrir öllu. Hérna erum við að tala vindkljúf. Það sem að vindurinn fer svona yfir spegilinn til þess að það hugsað til þess að draga úr bæði loftmóðstöðinni hérna og það kemur ekkert vindhljóð inn í bílinn. Enda þessi bíl alveg rosalega þéttur. Þú heyrir ekkert mjög mikið inn í hann og það þægilegt ef maður að keyra á kannski grófum vegi, hringinn í kringum landið eða eitthvað slíkt. Þú heyrir ekkert í bæjarakstri. Það mjög gott að keyra hann þannig að veghljóð ekki vandamál. Nú, hann alveg svipaður hérna í útliti. Það engar breytingar á línum í bílnum. Það konar nýjar 18 tómmu felgur, alveg rosalega flottar og sem bæði í svörtu og svona burstastáli. Sjáu þið hérna. Þetta náttúrulega svolítið sérkenni á CHR. Þú opnar hurðina hérna uppi og þetta svolítið svona sportleg lína í þessu og takk eftir því að hann tvítona. Þessi hérna grái litur á móti svörtum og það að velja það alveg fram og tilbaka. Sjáu þið hérna aftur í. Það alveg talsvert pláss hérna. Ég frekar stór og sterkur. Ég hérna frekar lappalangur. Hér nefnilega alveg þrælgott að sitja og algjörlega nægt pláss fyrir mig og ég sitt hérna sjáu þið. Það sést hérna á myndavélinni að þá alveg nóg pláss hérna fyrir hérna á milli. Þú veist, ég rek ekki hausinn hérna upp í spjaldið. Og ef ég loka hurðinni hérna, þá get ég náttúrulega sett sko hálfslítra Pepsi hérna eða keypt með toppið eitthvað. En takk eftir þessu, margir kvart yfir því að það sé lítið útsýni hérna og ég tek ekki undir það vegna þess að ef þú situr í barnastóli hérna, ef ég væri bara 5 ára og langa að horfa út, þá sé ég alveg hér út minna glugga. Hann ekkert stór, en takk eftir því, hann fer alveg niður og upp aftur. Svo ætla ég að segja ykkur frá öðru hérna. Þetta hérna, sjáu ég hérna. Þú veist, maður spyr sig, af hverju hefði verkfræðingar Toyota eða hönnuði Toyota ekki sett hérna USB-tengi út með krakkana hérna út að keyra einhvers staðar út á landi og þarft að hlaða iPadin eða síman eða eitthvað. Þá rosa gott að hafa hérna hleðsluapparat hérna. Það hefði alveg mátt vera. Sætin í honum alveg ógeðslega flott. Þetta rosalega skemmtileg hönnun og það gott að sitja í þeim. Þau halda mjög vel utan hann. Og ef við skoðum aðeins hérna, sjáu þið, hérna undir, hérna hvorki meira en minna en 188 sellur sem að batteríið inniheldur. Það getur því, sjáu þið hérna, sjáu þið hér. Bíllinn allur í þessum demanta shapei hérna og meira þess að hérna fyrir aftan sjáu þið hérna. Það svolítið sér þetta reyndar aldrei, beltið fyrir. En svo hérna Isofix, skellum maður barnastólum hérna bara inn í og
Krakki sofna bara strax, það svo þægilegt að sitja í þessu. Nú, já, skottið á honum það bara glettilega stórt miðað við þennan stærðarflokka bíl. Það 377 lítrar, það slatti. Nú, hérna eru festingar fyrir farminn og svo hérna undir, sjáum við hérna, rafgeyminn og svona lítið varadekk og við getum klætt upp ef að springur á bílnum í svona gult vesti. Það sem að kannski svona, hann flottur aftan þessi bíl, hann vekur svolítið athygli fyrir öðruvísi línu og það það sem að gera svolítið spennandi. Hér eru komin svona LED hérna stefnuljós og það alveg sambyggt hérna, sjáum við aftur hérna yfir hérna ljósið. Þannig að þetta breyting á bílnum frá síðustu árgerð. Við erum komin inn, sjáum við, það hrikalega gott að sitja í þessum sætum. Og sjáum við hérna, það rafmagnshækkun hérna. Ég get fært það fram og tilbaka með rafmagni. Og ef ég þreyttur þá get ég náttúrulega bara að halla mig svona. Aðdrifið ökumannsæti og það manuált hérna megin og fyrir farþegann. Það rafmagnshandbremsa hérna, sjáum þið. EVAF mód. Þú ýtir á hann og þá ertu bara rafmagninu og sem hentar vel í borgarakstri þar sem að umferðin ekkert sérlega hröð. Og þá getur þú spara bensín með því. Nú það holdtakki á honum sem að hjálpa þér að halda við með vélinni þegar þú keyrir niður bratta brekkur og svo hérna spólvörnina. Það sem að mér hefur nú kannski fundist sko, og við skoðum hérna aðeins, sjá ég bara með svona venjulegan síma hérna. Ég vilja geyma hér. Það kannski, vantar aðeins pláss hérna fyrir þetta. En getur náttúrulega alltaf geymt það hérna ef þú ert ekki að drekka meðan þú keyrir. Það enda bannað. Síðan erum við hérna með þessu hérna. Hérna erum við með svolítið djúpt hólsjóði. Hérna getur maður sett bara hálslítra flösku, það ekkert mál hérna. Mjög gott að gangum þetta. Erum við með hanskahólfið. Það bara, það alveg gott. Það geyma hana bleiur eða snuttur eða bara hvað sem Það sem að mér svolítið flott við hennar bíl sjáum við hérna, línuna hérna, þetta svolítið flott hönnunni á Toyota. Mælaborðið svolítið hátt uppi, þú hefur gott útsýni hérna. Þetta hérna alveg lungamjúkt. Þetta hérna orðið mjúkt, þetta var ekki svona í síðustu árgerð. Hérna þú getur mjög þægilegt hérna ef þetta náttúrulega öryggismál. Hérna erum við líka með svona mjúka klæðningu. Þetta plast, en ekki til að kvart yfir. Sjáu ég hvað þetta allt solid, þetta allt saman alveg hýtt fast og hérna góður svona armrest og hérna 12 V tengi. Þannig að maður þarf að hlaða eitthvað með öflugum hætti. Já, við erum með analóg mælaborð en það reyndar svona digital skjár þarna á milli sem að sýnir manni svona helstu aðgerðir eins og við getum farið hérna yfir. Við erum með G-monitor sem sýnir hvað þyngdarpunkturinn í bílnum. Við erum með 8-vita, við erum með útvarpið og svo erum við með alls konar aksturstillingar hérna. Eins og þetta segir til hvort að akreinavarinn sé á. Og það eru skilaboðaskjóða þarna ef bílinn þarf að fara í viðhald og eitthvað slíkt. Hann með skinvætt krúkontroll. Það þýðir það að hann heldur alltaf sama bíli á milli bílsins fyrir framann og þín. Sem þýðir það að þú þarft ekki að hafa áhyggjur af því að hann fari aftan á næsta bíl. Síðan erum við hérna með margmilljónaskjá sem að kominn með tökkum. Þessi takkar voru nefnilega ekki síðustu árgerð. Og ég segi alltaf síðustu árgerð, málið var bara það að ég átti svona bíl í smá tíma og hann var alveg geggjaður. Og í þessum bíl 2 svæða loftkæling eða miðstöð
þannig að ef við viljum að þá getum við stillt minni hita hérna mín megin eða bílstjóra megin og öðruvísi hinum megin, eða haft það bæði á sama. Og stillingarnar, þetta tiltölulega einfalt bara. Hér hiti í sætum, hérna afturrúðuhitinn. Í þessum bíl upphita stýri sem mjög þægilegt náttúrulega á veturnar. Skiptir engu máli á sumri, en mjög þægilegt á veturnar. Og það eru líka aksturstillingar á þessum bíl sem það hægt að stilla hana á mismunandi aksturstillingar. Driving mode sem ég nú að reyna að finna hérna. Já, sjáum við hana hérna. Ef við förum í drive mode þá þetta að stilla á sport. Við höfum nú bara verið á normal, en svo líka þetta hafa hann á eco. Og hann hefur verið mjög sprækkur á normalinu og mjög stinnur og þægilegur í fjöðrun. Þannig að við kannski prófum sporti núna og lefum ykkur að sjá hvernig hann hagar sig þar. Já, nú erum við komin í sportstellinguna á Toyota CHR 2020 módelinu með 184 hestafla hybridvél, og það verður að segjast eins og að það alveg geggjað að keyra þennan bíl. Það sem að kannski maður staldrar við fyrst hvað hann stinnur og hvað hann svarar vel í stýrinu. Maður finnur alveg, hann fylgir mjög vel í beygjum, það ekkert skrið á honum, ekki neitt, þú finnur það ekki. Og bílinn liggur bara eins og sleggja. Og sumir hafa verið að segja að Toyota sé svona alveg 100% á örygginu og aksturseiginleikarnir séu bara eins og þeir eiga að vera. En þetta ánægjulegur akstur. Það er skemmtilegt að keyra þennan bíl. Aflið alveg yfirdrifið og það virkar þannig að þegar maður gefur þessu bílinn að þá fer vélinn á hámarkssnúning. Ef maður gefur vélinn þá fer vélinn alveg á toppsnúning. Hún heldur snúningnum á meðan hann að ná upp hraða eins og núna. Það smá svona kannski hljóð í honum, en ekki mikið. Og svo gefur maður aðeins eftir og þá sér gírkassin að snúa vélina niður og komin á lægri snúning. Og það alveg, þetta geggjuð tilfinning. Fjöðrunin alveg meira áttar góð í honum og stýrið mjög nákvæmt og það virkilega gaman að keyra þetta. Það svona sportlegu fílingur í þessum bíl. Og þar fyrir utan hönnun þessa bíls algjör demantur. Og við sjáum það allt mjög demantalagað í þessum bíl. Það demantalagað hérna loftið á honum. Það eru demantalagaðar hérna hliðarnar á honum og svo eru demantar út allt. Þetta algjör demant. Við vitum nú að Toyota setur ekkert að marka fyrir það alveg 100% fullreynt, og þá í þessum bíl núna komið Android Auto og Apple CarPlay sem bara alveg frábært. Nú að loka niðurstaða. Bílinn sem við erum á, hann á 6.380.000 kall núna í byrjun maí, og það bara verðið eins og gerist og gengur á markanum með þennan staflokka bílum, en það náttúrulega stór vél í þessum bíl. Og það sem kemur á óvart að við erum búin að vera að keyra þetta núna, búin með helminginn af bensínu hérna á fullum tanki, við höfum verið duglegir í dag, að þá þessi bíll í uppgifinni eyðslu bara. Við höfum verið að leika okkur á honum. Það búið að vera að gefa bílnum inn og það búið að vera að keyra svolítið létt, og þá eyðslutölunar í kringum 6,5, eitthvað svoleiðis. Ég ók honum frá Reykjavík til Keflavíkur í dag og þá sýndi tölvan í bílnum 6,5, sem verður að teljast mjög gott fyrir svona kraftmikið bíl. En þar það náttúrulega hybridvélin sem að hjálpa til við að draga úr eyðslunni. Okkar mat, mjög skemmtilegur bíl og alveg gríðarlega falleg hönnun.